Síðan er eitt hérna tilfelli í viðbót, það er að segja, þetta er 59 ára karlmaður með þekkta sögu þessa túmóra hérna, bilateral túmóra. Og sko, þetta er tekið í venufasa, en þetta liggur hérna upp í nefkokinu og hérna eru stíloid hérna prósess hér, stíloid prósess hér. Túmorarnir eru hérna þetta er ekki beint sko í parafaringel space. Það er eiginlega sko hér, þetta er svona retro sko faringel, en allavega þetta er gríðarlega stórir túmorar hérna, bilateralt, og það gengur svona hérna niður í munnkoki hérna svona outpouching hérna út frá þessum hérna, þeir ganga hérna djúpt inn og hér er líka karótis og ganga mjög nálægt karótis hérna, en þeir blokkar eiginlega bara alveg nefið á honum, þannig að það kemur ekkert loft í gegnum nefið lengur. Og þetta er búið að vera þekkt allavega í 6 ár og þetta er sem sagt rabdomíóma, tekin bíópsía hérna 2019 fyrir 6 árum. Og þegar maður talar við hana þá er hann algjörlega blokkaraður í nefinu, hann er með alvarlega kæfisvefn og þetta er svona, hann hefur hvað maður að segja, þetta hefur ekki verið mjög svona viljugur til inngripa og við ekki heldur, af því í rauninni hérna þá munum við aldrei ná þessu radikalt. En hérna er komin svo tími að maður þurfi að debúlka þetta. Þannig að þetta verður svona smá ævintýri og áhugavert að sjá hvort einhverjir hafi skoðun á þessu. Þetta virðist svona við skoðun virðist að vera hérna ganga aðeins inn í mjúkagóminn líka sko, en það kemur kannski betur í ljós því í svæfan hvort að þetta sé laust hérna frá. Ég ætla allavega að gera svona eins og tonsilektomíu uppsett og vinna þetta í gegnum munnholið að mestu, og ég ætla að splitta mjúkagómnum í miðju til þess að komast að þessu, og síðan ætla ég í raun að nota bara harmonic skærin til þess að debúlka þetta niður eins og hægt er. Gæti náttúrulega blætt svolítið, en ég held að það verði að gera eitthvað í þessu hérna, reyna að opna hann neföndunarveg fyrir hann. Þannig ég held að maður muni ná megninu af þessu ef maður gegnum munnin, ef maður splittar. Ég held að transnasal er ekki beint svona fyrsta option, maður næri að splitta því alla leið hingað, og þannig að ég held að það sé svona meira kontról á því. En rabdomíóma, við skulum sjá hvort ég vil sýna ykkur bara hvernig þetta lítur út á segulómun. Hérna er sem sagt T1 með skuggaefni, fat suppression, og þið sjáu þennan túmor hérna sko. Hver leiti ekki, hleður ekkert rosalega upp af skuggaefni, gengur hérna að karótis. Hér, stíloid prósessin hér, stíloid prósessin, hann er eitthvað minni hérna minn, hér einhvers staðar. Þetta verður áhugavert, sjá hvernig þetta gengur.